Hvað ertu þá búin að kveikja mikrofóninu mínu núna? Já. Þannig að ég má ekki raskja mig. Já, ok, verkjörnu hlustendur, þið eru að hlusta á tæpitungulesa kvikmyndalavarpið 2 á topnum og þessi 2 eru blaðmyndur Oddur Ævar og Tóti. Það ég. Hinn var Oddur sem að... Það ég. Já. Oddur, já. Ég sko að maður hafa þetta á hreinu. Þessi þáttur kuvera númer 87 sem hlýtur að mega teljast býsna gott á þessari öld uppgjafar og almenns aumingjaskapar. Meginmál þáttarins kvikmyndin Baby Girl sem státar að sári Nicole Kidman í aðalhlutverki ásamt Antonio Banderas og einhverju semi-nobody sem heitir Harris Dickinson. Til þess að ræða þessa mynd sem hefur vakið bæði athygli og umtal höfum við fengið til okkar úrvalsdeildar gest Kristín Ólafsdóttir, fréttakonu á Stöð 2. Blessuð. Sælur og blessaðir. Takk fyrir að fá mig. Það mikil heiður að vera loksins komin. Já. Já, hvernig er þetta ekki búið að líða þarna upp á stasjónu? Óttur búin að draga alla eiginlega. Ég veit það og ég alltaf að segja það við hann. Þetta búið að vera ærandi. En eins og ég segi, bara ótrúlega gott að vera komin. Þetta langt frá draumur að rætast. En ég ætla ekki að, ég ætla að vera alveg hreinskilin með það að þetta hefur verið erfitt og ég hef verið mjög önug og sár. Þetta búið að vera brekka. Mikil brekka. Við vorum daginn í einhverjum hóp í vinnu og það voru allir búin að mæta í 2 nema undirritið. Nema Stína. Já, við segja Jakob Bjarnar. Meira að segja Jakob Bjarnar. Af öllum. Það rosalegt. Veitu hvaða kvikmynd rætti hann? Hann rætti Áramótaskaupið. Áramótaskaupið. Stórmyndin Áramótaskaup 2024. Okay. Hann talaði lungumálum að það væri orðið woke helviti. Já. Það eru þetta sjónamið. Já, þú ætlar að koma með svipisjónamið þessum þetta, eða ekki? Jú, ég ætla að einblína svona á þetta woke element. Já, í Baby Girl. Já, það verður gaman að... Já, ég ætla að greina þetta svona, ég ætla að setja upp kynjaglerun svolítið. Já. Hvað ég spenntur. En áður en að snúum okkur að þessu máluna, það að segja Baby Girl, er rétt að fara aðeins yfir önnur smærri mál. Já, eða ekki. Nú á ekki að byrja að taka fram eins og síðast að við erum að taka þetta upp á miðvikudagskvöldi núna. Í rauðri veðurviðurinn. Já, þetta náttúrulega segir allt sem segja. Það einur okkar og festu í að halda þessu podcasti gangandi að við erum hér í rauðri veðurviðurinn. Öllu frestað, Stína, eða ekki, setningaræðu. Já, forsætisráðherra, establishment borgarinnar einhvern veginn meira og minna lokuð. Við vorum rétt þess að koma lokuðum dyrum á Lemon en það nú reyndar helgast að því að það hefðbundin lokuðum tími 8:00. Já, ok. En einhvað síður, þið eru hér. Mér leiði samt smástína eins og veðurguðnir væru einlega bara komið veð fyrir að þú kæmir í þáttinn. Sko. Já, þú ætlar að skýla þig. Mér leiði... Það eru bara veðurguðir. Ég þeir var að reyna að koma í fyrir að Kristrún fengi að halda þessa stefnuræði sína. Já, bæði. Bæði. En svo, svona... So far síns mér samt að besta sem hefur komið út úr þessu veðri að það slóður niður eldingu í Hallgrímskirkju. Já. Áhrifa mikil sjón. Já, og það einmitt, ég sá þetta fyrst á vísi.is. Að sjálfsög. Er það ekki? Jú. Ég hitt á okkar myndband þar. Já. Nei, ég sá ég fyrir mér það þarna sena, veit ekki hvort þú séð Ómenn gömlu Oddur. Nei, alls ekki. Sem hryllingsmynd, sko. Nei. En það einmitt þarna djöfullin þarf að losna við vandræða prest sko, þá þeitar einn eldingu í kirkjuturn og kemur svona spýra og svona stjaksettur prestin sko. Þannig að mér var strax bara hugsað til Ómenn. Það er það sem mér finnst svo kósi við þessa eldinga sko. Einmitt, skemmtilegt. Ég held að eldinga væri ekki dæmi á Íslandi sko. Jó, en ekki svona. Ég hef nú orðinn gamall. Ég hef ekki upplifað svona sirpu. Þetta bara, svo líka ég var í heimunum og svo bara heyrum alltaf þrjumund að koma nær. Það var svona eins og það væri það var að koma sko. Þú varst ekkert senda út, Stína, í veðrið? Nei, ég var í hlutverki vaktstjóra. Þannig að ég var Svo sem að sendir aðra út Já, ég sendi aðra út hefði alveg vilja vera úti sjálf sko. Mér finnst það skemmtilega heldur en að vera inni hýrast inni og svo maður að taka á móti efni og setja saman en aðrir fá heiðurinn og svo framvegis. Þetta hefur líka sko reynst alveg greit karriérmú fyrir fréttamenn að vera sendir út í óverið. Nú til þess að Björn Þorláksson fyrirvændi stjörnublaðamaður og fyrirvændi varaþingmaður og stórrithöfundur upplýsti það á Facebook á hann hefði einu sinni fókið kollega
Ógleymdu sko Þorbirni Þórðarsyni sem var einu svona gattfræðin eftir upp á heiði fyrir Stöð 2 og svo hann bara aðalspaðinn bara í dag. Algjörlega ódöðlegt myndbrott og hann hefur heldur betur náð langt síðan þá. Heldur betur náð langt. Það má segja að þessi veðurfrétt hafi bara þeytt honum á toppinn. Var þetta ekki alveg rosaleg ræða? Þetta var rosaleg ræða hjá honum, ekki? Jú, og bara hvet hlustendur til að leita þetta myndband uppi, það er til. Það er svona, hér eru 1000 bíla, eða eitthvað? Já, jú, örugglega eitthvað svo leis. Og hann var svo kalt, hann var svo ákafur, svo rauður í framann. Og þetta mikið óveður. Það var mikið slagviðri. Algjörlega, þetta var gali. Ég man eftir þessum degi þegar hann var hann. Rosalegt. Þannig já, voru eitthvað fleiri mál sem við þurfum að tala um Baby Girl? Já, þú sendið mér eitthvað frétt var það í gær, eitthvað það sé búið að selja bíóhöllina. Einmitt. Sem var opnaði 1982 og var lengi náttúrulega uppáhalds bíóð mitt. Það var svo mikið groundbreaker þegar Árni Sam opnaði þarna í Álfabakkanum sko. Einmitt. Er bíóhöllin sem sagt bíóð í Álfabakka? Einmitt, það er sem sagt bíóð í Álfabakka í Breiðholti. Og það sem að Broadway var það sem var svona Ég man eftir því. Já, þú varst ekki röðinni. Hvað finnst þér það, Stína? Það sé vera, þú veist, vitum við eitthvað? Við vitum ekki hvað þetta þýðir. Nei, það er eitthvað svona málum blandi, ég veit ekki alveg hverjar fyrirætlanirnar eru. Nei, ég held að þið vitið það nú ekki sjálfur sem að keyptu þetta sko, en við vitum alveg hvað það þýðir að fækkar eitt bíóhús á Stóra Reykjavíkursvæðinu. Já, eru þeir að fara bara að loka bíónu? Ég held það sko. Mér finnst það eru alveg mikil sorgartíðindi. Mér finnst það mjög fínt að vera í bíó í Álfabakka. Já, rosalega gott að koma þarna og svo ég á bara svo mikið minningum tengdum þessu bíói sko. Já, ég líka. Það var svona bíóð í hverjunum mínur alltaf sem ég ólst upp en ég tók samt alltaf þetta, það var svona eina bíóð sem þeir uppfærið aldrei þú veist, þeir gerði aldrei nýja þú veist, sali og sæti Jó, þeir hafa aldrei samt gert það sko þú náttúrulega manns kannski eftir græna góldóknum sem það var fyrst sko ég vildi þeir aldrei gert neitt sko ég mjög langar að ganga inn í bíóhöllan eins og hann var 82 Þú eru að grafa upp eitthvað gammalt myndefni Er það ekki það? Jú, bara veist að Stöð 2 var ekki einu sinni til sko. Nei, þannig að það er ekki til neitt myndum. Nei, treystur RÚV til þess að varveit eitthvað lengur en í hálfa mánuð. Nei, alls ekki. Þetta var fyrir anti-RÚV stýra. Já, þeir eru mjög anti-RÚV hér. Já, þeir eru anti-Vogue og anti-RÚV. Ok. Það er flott dýnamík. Já, það var svo mikill hlustendafjöldi sem að fíla anti-Vogue og anti-RÚV. Er það ekki? Já, ég veit það ekki. Ég get bætt strax fyrir þetta. Ég ætla að mæla með þáttum á RÚV. Ok. Á þriðjudögum. Já. Ludvig. Nú? Er hann Beethoven? Nei, en hann fílar Beethoven, sko. Þetta er Chubby gaurinn úr hvað heitir, Peep Show. Breski Já, og hann David Mitchell. Já. Heitir hann það ekki? Já. Og hann er ég hrifinn af honum hann er ógeðslega góður og hann er frábært þáttum hann leikur svona eitthvað svona krossgátu súdóku rágátu hönnu sem er fælinn og ferist ekki út úr húsi og er alltaf bara hangandi heima að búa til eitthvað gátu sko. Og tvíburabróðir hans Identical Twin er sem sagt hotsi á rannsóknarlögreglum sem að hverfur þannig að þá Ludvig að þykjast vera bróðir sinn og gengur sem sagt í störf hans sem rannsóknarlega Wow, og meðan hann er að reyna að koma á staði hvað var bróðurinn, því sennilega er spillingin og löggunar sem hefur vantilega kostað bróðurinn lífið kannski og hann kemur bara alltaf á, þetta 6 þættir Brest System, 6-8 verti og hann kemur bara í nýtt málmála hverjum þætti og bara leysir þetta alltaf bara með ráðgátu gáfum sínum og RÚV sína þetta nú, þetta 9 þættir það var strax ákveð að gera meira Kolla Bergþórs var mjög snögg mælti með þessu fyrir löngu síðan og ykkar Már Heimir Már hann er hann er aðdáandi já, þá veit maður að þetta er gott já, og svo ég líka, hann heitir Sigurður Prúal hafið þið kannski þegar tekið það fyrir eru þið í Facebook-grúpu Heimir Más gott sjónvarpsefni já, og ég er búin að segja Oddi þrísvara bjóða Heimi að koma og tala grúpuna sína ég er ekki í þessari grúpu Er það að heyra af þessari grúpu? Ég er að heyra af þessari grúpu núna er að segja mér að Heimir Már Pétursson fréttamaður
hann með grúpu á Facebook sem heitir Gott sjónvarpsefni, einfaldlega Gott sjónvarpsefni. Það sem hann hugsa bara fyrir okkur. Já, hann bara hvað er á NRK og DR. Það sem hann gerir er að hann bara fer yfir dagskrá sjónvarpsstöðuna, við erum að tala um RÚ, við erum að tala um stöð 2, við erum að tala um þessar helstu skandinavísku norrænu stöðvar og svo bara handvelur hann þá dagskráliði sem að honum líst vel á og setur þetta saman í bara dagskrá eftir bara tímaröð og birtir þetta á hverjum degi. Í alvöru? Já. Á hverjum degi? Líka helgar? Ótrúlega community service. Ótrúlega eljusemi, já. Ég hef ekki hugmynd um þetta. Já. Ég er að heyra þessu fyrst ég er bara, ég þarf að byrja að það myndi samþykja mig ef ég myndi hygglust. Sækja, hvað er margir í þessum hópi? Ég hef bara aldrei tjekkað á því. Nei, ég bara veit það ekki alveg en þetta eru 10.000 manns? Já, þetta eru kannski ég veit ekki, kannski, fleiri enn í toppfólki 30.000, já. Nei, þetta eru Nei, ég held að þetta sé svona exclusive club. Þetta er mjög exclusive, já. En þessi Oddur hefur ekki verið með sko. En ég held sem þetta heimur myndarleipaðurinn. Já, það ekki Þetta minnir mig á, hann hefur ofta átt svona samræði við mig það sem að segja mig bara, heyrðu, horfa á þetta heyrðu, Oddur, það er hérna leikimynd norska kóngin þegar þjóðverjar hernema Noreg í seinni heimsstyrjöldinni norska kóngin, þú er að horfa á hana, hún er í kvöld gangið vel, allt svona bara okay. Hann er með puttan á pólsunum 100%. Ok, Jesus Christ skrifum þetta hjá okkur. Já, við erum að fá En þá er sem búið að bæta upp fyrir þetta og líka, sko eins og ég sagði við því að mér finnst það RÚV að sína slow horses og þú alveg, RÚV! Og það er því ég ætlast til þess að RÚV síni úrvalsbreska sakamálaði og svona stöf, sko. Þannig að Ludvig er alveg, mér finnst hann alveg vera heima þessum hann er, sko. Einmitt. Hefur þú hort á Slow Horses? Nei, Stína? Ég hef einmitt aldrei heyrt þeirra getið áður. Ég er bara mjög skilna. Þetta er þættir á Apple Plus. Gary Oldman leikur í þeim. Þetta eru bara einum bestu þættir í heimi í dag. Þeir eru ekkit eðlilega góður bara breskulegin þjónustuna nema svona lúseradeildina. Mislukkaða agenda. En skemmtilegt konsept. Við erum sem sagt búnir, Stína, í þessu hlaðarpi að barma okkur mjög oft í því að stöf sem er á Apple Plus streymisinn er hvergi sýnt á Íslandi. Já, mér langar til þess mjög mikið að sjá Severance. Það er rosalegt. Og hef ekki hef ekki tekist það. Nei. Eðlilega. Ég bara einhvern veginn, það fyrir mig bara yfir mig, ef þetta er ekki á einhverju svona aðgengilegri streymisveitu skilur þá einhvern veginn, ég kann ekki að downloada Nei, þetta vilt ekki vera að brjóta lög. Nei, auðvitað vil ég ekki brjóta lög. Gætir einhvern veginn kannski 20 og reynda að komast á þing. Já. Hún stann Slow Horses frá Apple. Já, og bara hent öfur út. Ég heyrði einhvers staðar að Apple sem sagt væri bara svona við alla sjónvarpsstöðvar. Bara út allt, þú veist, Apple vill bara hafa þetta efni á Apple streymisinn. Það er svo sem allt í lagi, að þeir myndi þá samt einhvern veginn reyna bara segja fólki frá því að þetta væri til, sko. Þetta er svona leyndó. Já, þetta er hræðilega illa auglýst hjá. Já, þetta er galið Þetta er klikka. Já, þetta er algjörlega klikka. Já, svo bara aðeins, þetta er eiginlega bara svona fyrirværi, sko. Ég er rosalega pirraður, sko, ég hætti að reykja á sunnudaginn. Nei. Þannig að ég sveiflast sko frá bara ofsa deburðar yfir í trilling sko. Shit, hvað er þetta núna? Ertu í ofsa deburð? Nei, já, ég er í deburð sko því að ég lægðist fara líka roslítið geða á mig sko. Þannig að ég er alveg bara ég kerði í gegnum pollaðan og hann var svo stór og djúpur að bíllinn var eiginlega bremslaus og mér langaði eiginlega bara að drekja mér í þessum polli sko. Alveg, þetta er ótrúlega. En ég er nú ekkert að koma þessu á framfæri bara til að barma mér heldur ég var Guardian uppáhalds fréttamiðlan okkar að upplýsa að reykingar merkilegt nokk hafa verið að sækja sér veðrið það var svona verið að svona ná vopnum sínum eftir þessa veip árás eða hvað þetta er sko og líka einhvern veginn að veist ég kannski held að fólk var að fatta aftur að það er töff að reykja sko Heyrðu, þá bara David Lynch sem er náttúrulega bara svona legendary reykingamaður og það er bara aðdáendur hans út allan heimur er bara að drepa í og hætta. Í alveg? Já, hann er bara að valda sko því að það er eitthvað bakslag í sókn reykinga inn á Stína, nú reykir þú, ekki? Jú, ég er alveg forfallin reykingakona. Ég bara elska að fá mér sígarettu
mér finnst ekkert betra Það ekkert betra Nei, en það ekki rétt ég hef aldrei reykt sígarettu á ævinni Ég hef alveg gert allega að því en ég bara get það ekki einu svona djamreykingar Nei, þú veist, ég hef og það á djamminu sem ég hef svona eitthvað hérna, þú veist við erum með þegar fólk út að chilla fólk að reykja úti og Já, þú ert náttúrulega ekki í innkrátinu og reykja Nei, það alveg rétt og eins og ég segi, ég hef oft gert allega að því en hérna bara, ég líka með minn bara hann hafnar í Sumt fólk bara alfarið Það svipað hér Líka minn hefur líka alltaf hafnað þessu sko en ég bara alltaf móti það fór mér illa í mig sko alltaf ég myndi að ræskja mig áttur Nei, ég var búin að vera hættur í 5 ár bara fyrir nokkrum árum Varstu í alveg hættur í 5 ár? Já Byrjar aftur? Já, þetta var náttúrulega þannig að ég kom aftur á fréttablaðið eftir sumafríi eitthvað og mætti bara mánudegi og klukkan var ekki orðin 12 á hádegi þá var ég farin til 10 að kaupa pakka Stína var nefnilega að spyrja mig hvort það væri skemmtilega að vinna á Vísi á fréttablaðinu sko. Já, þó ég hefði unnið á Vísi sko 1999 þá getur fullirt að það er skemmtilega að vinna á Vísi þetta er fréttablaðinu Já Það er bara það Ég finnst það svona ímest sem bendi til þess svona með við Já Það eru upplýsingar sem maður hefur fengið Já, þetta var Já, þú veist með allavega 2 sjálfstæðar heimildir fyrir því að fréttablaðið hefur verið leiðilega vinnustæð Já, eða allavega leiðinlegri en Vísir Já Þetta var lífsreynsla, skulum bara segja Já En ég syns að ok, þetta er svona, mér finnst eitthvað sætt við þetta því að tölum við í David Lynch-þættinum að sko svona reykingasenur í myndunum að þetta er svona upphafning bara þetta er svona En það voru sígarettur fyrir honum ekki kannski aðeins nautneldur bara heilagar vegna þess að með þeim fannst honum hann sjúga inn allan heiminn sem hann blés frá sér með stórfenglegum yndistokka fallegt En það voru sígarettunar sem hann dróð hann til dauða Já, náttúrulega var alveg að verða 89 ára og það er bara stundum bara dreifur aldurinn fólk til dauða Já, hann var orðin þetta gamall Nei, 79 ára, sorry En hann var búin að vera þjakaður Það er engin aldur Nei, 79 Nei, já, ekki í dag kannski En hann var búin að vera þjakaður og lungnaþembu í mörg ár og sennilega ekki geta reykt og þá kannski var hann bara ekki nefnt þessu Erst þú mikil David Lynch kona? Nei, engin sko og ekki, ég legg ekkert fæð á hann en þannig, ég er ekki andstæðingur David Lynch en ég bara þekki ekki til hans ég held ég hef aldrei séð mynd eftir hann Nei, Oddur Ég fengi mikið hatu fyrir þetta Já, þú varst stýrðir heilu podcasti mannin og Jú, ég tók þátt ég horfði aðalega á fólk tala hann sagði fátt sem er alltaf, þetta er bara alveg enginn á góðum blaðmanni að geta fjallað hluti sem hann hefur ekki hunds í dag sett sig inn í mál á örskot stundu Svona virkar þetta Svo var einn sem spurði mig á Toffolki hvort ég væri nei, betur hvað sá hún sagði að hún hefði ekki hitt neitt sem væri eldri en 12 ára sem hefði aldrei séð neitt með David Lynch Ég sagði henni að það væri svolítið svona einhvern veginn harst til orða tekið Ég sagði henni að það var engin gögn sem sýndi fram á annað en ég væri bara akkurat 12 ára sko. Þannig að þótt sígarettur sé ekki lengur milli vara David Lynch þá hefur kvikmyndin Baby Girl verið talsvert milli tannan á fólk undanfarið og því óhjákvæmlega komin inn á okkar borð þótt sýningum sem fara að fækka hún ennþá í bíó í Smárabíó og Kringlunni sambíónum og það er náttúrulega leikur beinast við að spyrja Stína það er langt síðan ég bauðst til að koma inn þátt talvöldinni þegar hún var einmitt í tíðum sýningum í bíóhúsum landsins en það var þetta ekki orðið við því Mér finnst þetta smá að þetta kemur út eins og ég sem búin að vera að leggja því eitthvað rað einelt ég þetta tólkaði þannig og til við þólanda í þessu máli það er svo sem ég getum leitt fram fyrir gesti eins og Arnar Tómas Valgeirsson sem geta vottað að Oddur sé svona vinnustaða eineltispúki það hefur verið gott að hafa Arnar Tómas ég ætli kannski að heyri í honum svona upp á að mynda eitthvað svona stuðningshóp þólenda Odds Ævars hann myndi stiða ég held nú að Oddur sé jafnvel á leiðinni til útlandabráð en ég hef kannski svona sér þátt bara með þólendum Odds hvernig væri það? Stínu og Arnar þú mátt bara bóka mig sem var ekkert eðlilega vel sko það hljóma vel en það kom í mist upp á David Lynch tók upp á þetta það var eitthvað það voru ytri aðstæður ég hef alveg skilningu því að þá hafið þurft að efna til einhvers konar neyðarpots
En Baby Girl, Já. Stína, Já. hvað finnst þér þessa mynd? Sko, ég var rosalega hrifin. Ég fór á hana í Smárabíó með systur minni og myndin auðvitað, hún gríðar kynferðisleg. Við getum orðað það þannig. Alltaf rauði þráðurinn þetta kynferðislega samband Nicole Kidman eða hennar karakters og Nobody-sins hún forstjóri í tæknifyrirtæki. Time out klikkum alltaf á þessu, þannig að ég var búin að skrifa svona synopsis, þannig að ég bara segja einmitt, já. Já, næstu, hún glemur þessu. Ok, þannig að þú ætlar að ég skal bara þetta bara 4 línur, sko. Í myndinni leikur Nicole Kidman Romy, háttsettan stjórnanda hjá tæknifyrirtæki sem stefnir bæði stöðu sinni og hjónabandi hættu þegar hún leysir úr læðingi og reynir að fullnægja duldum þrám sínum og fýsnum í örmum ungs lærlings hjá fyrirtækinu. Kannski einhvers konar Clinton Lewinsky með öfugum formerkjum. Wow. Þetta svona rauði þráðurinn. Hún í toppmálum, toppstöðu og bara ferlega hugulegan sætan kall sem Antonio Banderas leikur, sko. Það náttúrulega rosalega statement að fá Antonio Banderas til að leika. Já, og við vorum að hann í kompaki þessar myndir. Það málið. Já, ég held að mér var sagt það í hádegismat í dag að hann leiki í Paddington, nýjustu Paddington í Peru. Paddington í Peru. Ekki Nicole Kidman það líka, ég held að. Já, það bara má vel vera. Þannig að það óvægt að segja Antonio Banderas sé kompaki. Já, hann var líka. Hann í Baby Girl og Paddington. Já, svo hann var að kafa þarna fyrir Indiana Jones, var það í fyrra? Jú, það rétt. Já, fyrir 2 árum. Já, ok, þannig að Stína, þú hrifin. Þetta bara, já. Þetta besta mynd sem þú sé á árinu? Já, á árinu. 2025. Já, 2025. Það 5. februar. Ég fatt það ekki. Já, þú veist, jú, kannski. Ég hef ekkert séð mér margar myndir á árinu, náttúrulega. Eðlum alveg samkvæmt að því að það stuttliði af því. Einmitt. En ég var mjög hrifin. Og að því að sko, hún náttúrulega, þú veist, eins og við tölum við maður, sko. Þú veist, rauði þráðurinn í þessu þetta svona kynferðislega samband Nicole Kidman, Romy og ungs elskuga, Samuel nákvæmlega. Hann alltaf svo langt síðan ég sá myndina ég hans fara að fenna yfir nöfnin það hefur verið fínt að vera hérna fyrr allavega og sko og margir svona kannski fara inn í þetta hafa kannski ást á trailerinn eða eitthvað og halda þeir sig að fara á eitthvað svona 50 Shades of Grey einhver svona klámynd fyrir dömur skiljiði, en þetta bara allt annað þetta bara allt annað dæmi þetta alvöru movie er þið ekki alveg sammála því? Jú. Mér er alveg bara því líka náttúrulega pælingar í öllum atriðum og hvað svona þú veist persónusköpunni og náttúrulega eins og þú segir þú veist bara, en þetta er náttúrulega mjög kynferðismynd en það er hérna þú veist, maður upplifir að kynlífi sé hérna af, þú veist, það er tilgangur með því og þú veist, þessi valda minnst sambandið á milli þeirra, minnst það svo áhört og þessi valda dýnamík á milli þeirra og hvernig það bara móta sambandið sko, minnst það svo bara fárlega áhört. Þetta er ekki myndum kynlíf beint, þetta er myndum þú veist, einmitt, svona myndum svona skrítna valda dýnamík, þetta er myndum svona bresti í hjónabandi, þetta er myndum konu sem er í mega mínus yfir því að vera eldast þú veist og ég var bara, eins og ég segi, ég var mjög hrifin Þetta er náttúrulega sko, kynferðislega sko, náttúrulega þetta var bara mynd lífið og það er svolítið mikið kynlíf oft í lífinu sko. Og það er oft náttúrulega svona kannski undirrót alls konar vandamála sem ég hrifin bara byrjunaratriðinu þetta byrja bara á því að þau hjónin að gera það Antonio Banderas og Nicole Kidman sem leiður búin þá bara vippar hún sér í næsta herbyggi fer í tölun og opna klám og klára sér sko. Prófa sér sko. Það er náttúrulega það er svona kannski það er líkur 100 grafin að hún hefur verið mjög óanægð í sínu kynlífi með sínu manni sem frá til 20 upphafi. ára eitthvað svoleiðis og 2 dætur sem eru komnar bara á efri úlingsár Akkurat og svo náttúrulega bara leið hún sér unga manna þá er hann í svona aðstæðum sem hann hefur fullkomna stjórn á þegar er hann einhver hundur hún að fara að mæti vinna og þá er einhver sefurundur eitthvað fúlega einhvern akureyring hann fyrir utan húsið sko, eitthvað gelta og
og djöflast og þá sko kemur hann sér fullum stjórn aðstæðum, það kemur einhver sko leppalúð í anorak með bakpoka og róar hundin, hann er alfa meil hann mættur að taka niður dýrið sko. Þetta var sexy. Já, hann kveikir eitthvað í henni. Og ég var að segja að mér fannst Harry Dickinson svakalega heitur, rosalega hot í þessari mynd og þú skynjaðir hann, ég heyri það að þér fannst hann kannski svona eitthvað skringilega klæddur eða svona lúðarlega til fara. Já, þetta er bara anorakkurinn, ég er náttúrulega meira svona í leðrinu sko, I have issues við anorakka. En þetta er náttúrulega bara, mér varst það alveg vel gert að hann var ótrúlega svona hann var sko klæddur svona eins og ungir menn eru í dag. Þetta var svona, hann var alveg algjör svona 23 ára intern, þú veist. Það var bara nákvæmlega eins og þannig gaur. Já, og líka, þetta er líka alveg myndalegur strákur, sko, bara þá hann hefði ekki til mín, sko. Já, og það kom, sko, ég var mikið að ræða þessa mynd í vinnunni og við áttum samstarfskonu sem er svona, kannski, hún er eldri en við. Ég var alveg bara, hvað er hann að segja? Oh my god, hún er kannski, ef hann að fara að tala um þetta. Hún er eldri og við vorum að ræða þetta, sko, og þarna kom mjög skýrt fram svona kynslóðabilið í því að henni fannst Antonio Banderas heitastur og henni fannst Harry Dickinson bara frekar svona astnalegur og bara lúsir hvað er hún á mínum aldrei en ekki svo gömul við bara fyrir mig að fara nána úr í það en ég var svaklega hrifin af Dickinson sko. Og hann er bara eitthvað það heitast í Hollywood í dag, ekki? Jú. Er það ekki? Heitar en Jacob Elordi og... Já, hann er svona svipið. Já, hann er komin á, held ég myndi ég segja svipaðan stall. Já, og hann er líka klárgauður, sko, en ég kalla hann nobody á hann bara því að ég bara kvekti ekkert á hverju dag þegar ég var að horfa á þessu mynd, þannig að ég fór í MDB og ég séð alveg slatta að myndum með honum. Triangle of Sadness og... Já, auðvitað. Og hann hefur aldrei registrað hjá mér, sko. Nei, hann er náttúrulega, hann er pínlítið svona, hvernig getur maður orðað það, svona hann er ekkert mjög, kannski eftirminnilegur í útliti eitthvað neginn. Nei, hann er ekki svona striking, svo Jude Law þegar hann var ungur, eða Johnny Depp, en rosalega sætur. Já. Og eitthvað svona yfirbræði yfir honum, sko, sem að var... Hann er bara, þú veist, þessi mynd hefði alveg getað hrunið, ef hann hefði ekki leikið til hlutverk. Og Nicole Kidman, ef hún hefði ekki leikið sitt hlutverk, þú veist, mér fannst þau bæði bara þau voru svo mikilvæg á þessum stað. Já. Bara þessi mynd hefði getað verið ömuleg, sko. Svo fannst mér svolítið flott að bjóst ekkert endilega við því að Nicole Kidman hún bara afhjúpaði sig algjörlega einhvern veginn. Þú veist, hún svona spilaði inn á því það hefur verið náttúrulega mikið rætt svona núna síðustu ára og hún sé algjörlega búin að rústa á sér andlitinu með botox og hún sé óþekkjanlega og svona, en hún alveg svona bara fór svolítið inn í það, þú veist, hún mætti, það var sena hana þar sem að það var bara verið að sprauta hana með botox alveg fram og tilbaka og svo náttúrulega var hún líka bara komplett allsber. Bara komplett algjörlega, sem var bara insane. Ég hugsaði mitt, hún gaf 150% í þessum mynd. Já, það er líka kannski áhugaður tenging nú The Substance og þessi mynd, þær eru ekkert líkar en veist, þetta er konur að díla við öldrun og svona ákveðna úreldingu og þarna er þetta líka, þetta er náttúrulega A-list leikonur báðar, sko. En Nicole Kidman hefur alltaf verið svolítið svona brave, sko. Hún náttúrulega hefur lagt á sig að leika fyrir hana danska fíblið, hana Lars von Trier og hún hefur alveg, hún kemur bara í eitthvað Bewitched og Moulin Rouge en svo alltaf inn á milli, þá eru bara hefi, bara erfiðar myndir, sko. Hana, mér finnst þetta svona einhvern veginn eðlilegra að Nicole Kidman var heldur en kannski Demi Moore nei, það eru báðar bara alltaf helviti bold, sko. En þetta er mjög flott move hjá tveimur flottum leikonum í svolítið djúpum myndum, sko. Það eru náttúrulega rosaleg kynlífsatriði í svona mynd. Já. Þannig atriði sláandi kynlífsatriði. Ég var í bíó bara með ókunnu fólki og ég bara, þú veist, já og bara, mér fannst ég vera svona með þetta sjálf í sjálfu, sko. Já, það er bara óþægilegt alveg. Ég var einmitt, eins og ég segi, var með systur minni á þessar mynd. Hvernig var það? Og það var auðvitað fínt. Við vorum
við vorum báðar mjög hrifnar en þetta svona kannski ekki þú veist, ég hefði ekki viljað vera þarna með mömmu minni þannig að þetta slapp alveg en í salnum voru sko eiginlega bara svona 19 ára stelpur þannig að það var stanslaust fliss í gangi í gegnum alla myndina af því að þær voru þú veist bara eitthvað svona ungar og heimskar skiljiði og þær voru að túlka þetta sem svona 50 Shades of Grey hérna klámdæmi og ég hleraði á tal nokkura og þær bókstaflega voru að bera það saman sko og ég hugsaði, þeir eru svo heimskar og bara alltaf mættar á alveg einhverjum kolröngum og svona trublaði mig ekki hún samt svona sett fram sem eitthvað svona spennu eða svona trilli sko og þannig að ég var alltaf að bíða eftir að einhver hann gæfi sig fram sem psykopati eða sem það væri einhver bara svona þannig element sem að kom ekki sko en hann samt þessi ungi maður sem þið eru að dásama samt hann var skrítinn sko hann er alltaf mikið frík og hann er algjört frík og ég svona enda var svona alla myndir hvað gengur hún til og hver er tilgangur hans í þessar mynd hvað er hann eitthvað svona frelsandi valdeflingar engill með því að niðurlæga ég náði ekki alveg bara akkur ertu en hann var eitthvað áttu að vera sjúklega gáðar hann gæti reikna þetta dæmi hversu margir boltar væri í herbygginu eða bara slengt fram einhverju tölu og þó stuta það sko já, meina það nei, en allavega sko því að valdadínamikinn hann allir undirsettur sko henni í viðskiptalífinu en hann nær samt sko tökum á henni og er svona svolítið bara manipulerandi erfiður en mér fannst ég keypti það eiginlega allan tíma þú veist, allt sem að gekk þeirra á milli þú veist, bara að því mér fannst þau bara að vera þau voru eitthvað að tengja þú veist, alveg bara frá upphæði þegar þau sjá hvort þannig og ég upplifði það líka og ég einhvern veginn svona hélt ótrúlega mikið með þeim á samt einhvern veginn pínu fucked up máta og ég var alveg bara alvöru sko bara miður mín þegar svo kemur upp á dúrnum að hann er líka að hitta einhverja hana unga sem að nána samstarfskonu Nicole Kidman sem á einhvern veginn svona uppgang sinn í fyrirtækjunu undir Nicole Kidman og Nicole Kidman er sko svona múin að vera stolla sko, hún fái stöðuhækkun sko. Og svo er þessi ungi herra komin í spilið og hann er einhvern veginn allt í henni orðin tengdur þeim báðum ég var miður mín þegar það kom í ljós ég sikka mér að hugsa mér minna ég að hugsa þegar ég horf á þetta ég meina þú ert að halda fram með manninu hann er ekki í sambandi með þér akkur má hann ekki vera með hverju sem hann vill sem er samt framhjáð sambönd svona í snemmur komið samt svona eitthvað svona exclusivity krafa sko annars er þetta bara eitthvað one night stand on repeat sko nei, líka hann gerir í því að gera hann afbrýðið saman sko, mætir í ammæli dóttur hennar með aðstofakonuna svona glennana framan í hana sko. Nei, samt þetta er alltaf öðru sér það er allt annað en þig sko. En svo einhvern veginn sko hún náttúrulega leggur allt undir hennu hún gæti mist vinnuna náttúrulega og allt ef hún er afhjúpuð sem sagt já, svona í stöðu sem að kallarnir eru yfirleitt í allavega lífinu sko og beita áhrifum og völdum til þess að svínbeygja manneski undir þig kynferðislega en og svo náttúrulega bladrar hann þessi hina gæluna sem þá komið með tak á Nicole Kidman sko þetta er svona og þá samt einhvern veginn valdeflir þetta alla þannig að hann er svona valdeflingar engillinn sem beitir sjúkum aðferðum hann er svona bastarur feðraveldi sinns að grafundan feðraveldinu ég náði ekki alveg bottom line sko. en eins og sem myndi ega það hún íti, ég er ennþá að hugsa maður sko. Er það ekki? Jú, þetta er svona alveg bara, ég myndi, hvað var þetta sko? Mér líka bara, það er svona senur í þessari mynd ég sammálaði, mér er svona frábæð mynd svona senur sem ég langar að ræða mjólkuglasið viðbjóður rosalegt atriði oh my god, já Þú ert að tala um fyrsta mjólkuglasi eða ekki? Jú, ég er að tala um sem var svona markaði svolítið upphaf í rauninni sambandsins það var bara algjörlega það var þá sem hún situr svona með fólki og allir að drekka áfengi og svo komið mjólkuglas hjá henni
já, allt í einu birtist það og hún veit ekki hvaðan á sig stendur veðrið og svo henni litið upp og þá stendur okkar maður þetta fyrir þessu mjólkurglasi og hún þambar það í einum teig. Já, hún það tekur derið sko. Já, og já, þetta er náttúrulega þetta er rosalegt. Rammar þetta jafnvel myndin inn, þetta atriði. Já. Og þarna var hún líka sko, hún var hérna að mæta á svona staffadjam sem hún hafði aldrei gert áður bara af því að hún vissi að hann yrði þarna. Já. Nákvæmlega. Svo pantar hann inn í mjólkurglas og svo hvíslar hann good girl. Þetta er náttúrulega unbelievable. Hún er búin að þamba alla mjólkina fyrir hann. Svo var hann alltaf verða þegar hann setur svo mjólki undir skál og lætur hann að sko, komið svo kísu skríðandi á 4 fótum að lepja þetta sko. Já, svo hélt það áfram. Já, hann tekur mjólkina svona upp á næsta stig. En þetta alltaf truflaði mig sko þannig að mér langaði að líða yfir mig og æla og ég hata ekkert mikið um mjólk. Þetta vindjóslegast í vökvi sem ég veit í lífinu. Já, mér finnst mjólk reyndar alveg líka við. Þannig að ég var bara, ég kúaðist sko. Ég drakk mikið af mjólk í vængjaþáttan. Hreppamjólk, hún var ekkert alveg góð sko. Þetta er a free ad. Þetta var kannski hreppamjólk í glasinu á Nicole Kidman. Hvað er það? Þetta er mjög líklega. Þetta er eitthvað svona Þetta er mjólk beint af einhverju bíli í skeiða og gnúmferðarreppi. Og það bjóði upp á það með vængjum. Já. Og mér var eiginlega alltaf meira illt í maðanum eftir mjólkin heldur en vængina. En sko, svo er annaðri. Sorry, ég ætla ekki að stela þessu samræm. Sko, mér langaði það var ég er líka búin að vera að hugsa nokkur atriði í myndinni og sérstaklega atriði þar sem að og það er kannski mögulega erfað svona svolítið með þannig þegar hann lætur hann að lepja mjólkina, þetta er einhvers konar þau eru þarna 2 á einhverju hóteli og þegar hann dansar fyrir hana hann er bera ofan og það er alveg svona frekar langt atrið sem er svona nær, hann er í svona svolítið nærmynd og er svona í svolítið sínum eigin heimi en er að dansa við lagið Father Figure með George Michael. Já, einmitt. Og það er velvanleg lög. Já, og ég er búin að vera að hlusta non-stop á þetta lag síðan. Já. Og horfa á þetta myndband á YouTube. Nei, ég reyndar ekki ég held að sé bara of mikið fyrir minn skilningavit einhvern veginn að horfa á mikið á sko, myndbandi sjálft en þessi sena setur í mér. Já. Ég skil það bara mjög. Ég bara, minnst öll þessi atriði á milli, sorry Tóri, bara öll þessi atriði þar sem að þau voru einhvern veginn í svefnherberginu voru bara, maður var bara wow, þú veist, þetta er unbelievable sko. Ég ætlaði nefnilega að nefna sko atriði þar sem að hann veitir henni fullnægingu. Já. Og hún er bara, þetta er eiginlega bara, var þetta ekki þannig að skotið var bara andlitið hennar? Jú. Það var bara andlitið hennar bara í, þú veist, bara áskjánum og hún að fá fullnægingu, bara í fyrsta sinn með einhverjum bara forever eða bara í lengri tíma. Já, allavega 20 ár. Já. Og þær voru, þeim fannst þetta mjög svona óþægilegt stúlkonum sem voru með mér í bíó. Sko allar þessi óhljóð í Nicole Kidman. Já. Þetta eru svona stunur sem að maður heyrir ekki oft. Nei. Lífið er náttúrulega ekki byrjað sko að velta þessum ágætu stúlkum upp úr sko öllu sem því fylgir sko. Einmitt, alvarleikunum. Ég þjáist sko með Anthony Banderas þegar hann bara segja ég bara aldrei fengið það með þér. Já. Þú veist, ef það er eitthvað sem að kallmaður vill ekki heyra, sérstaklega ekki eftir kannski 20 ára sambúð, það er ekki þetta sko. Já. Það er mjög vond sko. Voru hans viðbröggi, þau voru bara þannig að bara svona, hvað er það að tala bara þú veist, hann gæti ekki þú þarf að prósessa þetta sko og veitu hvað er stofn að vera feika hvað er búið í gangi hérna í 20 ár og svo bara næsta sem að fréttir er að hún hefði bara fikka eitthvað upp sko. Mér finnst það nú alveg taka þetta þessu merkilegri hérna kallmennsku þá hann alltaf fengið alveg svakalegt kvíðakast. Það var mér finnst þetta mjög svona confrontation á milli hins kokkálaða og við hvernig varst ykkur það? Mér finnst það bara frekar svona trúverðugt einhver trúverðugt heldur en annar hefði sko bara hinn í stöppu eða eitthvað svoleiðis sko bara fyrir Anthony Banderas bara í hann hyperventileita bara í kvíðakast og þá fer kokkállinn að andaðu þú ert í kvíðakasti og andaðu og til að blíður við hann einhvern veginn. Já, mér fannst það svona þetta var
svona pínlítið fallegt moment á milli þeirra og það hefði verið svona einhvern veginn svona fyrirsjánlegra svona meira einhvern veginn svona dæmigert hefði bara verið bara eitthvað svona uppgjör fyrir söguþráð í bíómyndi mitt eða þeir hefðu brutist út einhvers konar slagsmál og annar einhvern veginn hefði haft yfirhöndina í slagsmálum og hefði drepað hann óvart já, einmitt og þar hefði komið þetta thriller elementin þegar þau þurft að fela líki þannig, mér finnst þessi mynd kannski líka koma svona skemmtilega og óvartlata þannig því að hún fer ekki aldrei út í hefbundnu brautina sko en hérna hafið þið séð 9.5 Weeks Nei hafið þið séð Fatal Attraction Já Nei hafið þið séð Disclosure Nei Ég held að það var bara lag Nei, þetta er svona 9.5 Weeks Nei, Tom Hljómsveit 9.5 Weeks er frá 1935 og það er svona eiginlega mér fannst ótrúlega margt líkt við þetta það er Mickey Rourke fikar Kim Basinger og hún er svona einhver gallerí stjórnandi og rosalega mikið heit eitthvað erotík og svo er hann alltaf að niðurlæða sko. Og einmitt það er eitt atrið er bara við ískápin þar sem hann hellir chilipipar upp í hann og hellir mjólk upp í hann og svona Mjólkin kemur hann að sögu Já, mjólkin en ég held að þetta hafi verið svona þetta er allar þessar myndir eru klass above sko, þetta 50 Shades sko, en ég held að svona hver áratugur á 100%. svona einhverja mynd sem er eitthvað að díla við kynin í sínu stríði og þetta er kannski þá mynd þessa áratugar sko. En svona alltaf Fatal Attraction það er svona Michael Douglas, hann er svolítið viðlóndi þessar myndir, hann fyrir að halda við Alex sem var Glenn Close leikur sem er hotshot sko. Já En svo hættir hann við, það vill bara vera aftur hjá konunni sinu hún er bara proper insane hún er brjálæð einhver dóttir er átti kanínu þetta er frægast atrið, þegar koma heim og þá er kanínan bara sjóðandi í potti sko og veist, ég held fyrst að þessi mynd væri að fara þangað sko, og það yrði svoðin kanína á bóðstólum en það var ekki sko Ef ég myndi snúa upp á hendina okkur einhver veikleiki, eitthvað sem ykkur fannst lélegt eða hefði mátt betur fara ég bara skildi ekki hvað var mótiverðin að strák sko, og hvað hún gekk til því að það ekki alveg nógu svona ætlaði hann að nota þetta til að komast áfram og koma sér á toppin eða ætlaði hann bara að eyðileggja lífunar eða hvað var hann þá var hann að gera með hinni píunni, var hann að hjálpa henni til að komast upp fyrir Nikol en var hann ekki bara in love mér finnst það að lausir endar, nei, ég held að engin ástæður sko. Var hann ekki in love og var svo öfundsjúkur og vildi hefna sér á henni með því að byrja með hinni öfundsjúkur út í hvað? Hann fikar gifta konu, við hverju býst hann og hann alltaf bara hann áreitir hann þetta er stolking sem hann byrjar strax að bjóða upp á Já, þegar hann mætir hann heim til þeirra eða sérst hann á sveitasetrið sem þau bregða sér stundum á og alltaf að senda SMS og e-maila og hún alltaf eitthvað að svara og Antoni Banderas bara hvað er þetta í síma hann var náttúrulega með hann í vasanum algjörlega en ég er ekkert endilega sammála að hann hafi ekki verið ástfangin ég held að það gæti alveg hafa verið en mér fannst hún kannski pínlítið endasleft einhvern veginn svo var hann alltaf í einu bara farinn og við fengum einmitt kannski einhvern veginn niðurstöðu í hann þess að hann bara fluttur til Tókíó og ekkert Nei, það var líka þar er ég að kúldast með þessa valdeflingu vegna þess að þá er aðstofa konar greinlega búin að fá stöðu eitthvað og er svona farin að fylla eitthvað skarðin Nicole Kidman og þá kemur yfirmaðurinn sko og ætla bara að nú bara kemur þú heima til mín og melgina og ég er eitt heima og eitthvað ætlar bara einhvern að fara að nýta sér það að hann veit að hún er búin að vera með eitthvað hliðarskref sko en eitt og hún er bara óttast alla myndina hún vissi jobbið þá, bara segir hún bara fokka þér bara þannig að það er standa báðar eftir þessar konur bara sterkari en áður sko og líka að vísu að því að hann er alltaf að ungi maðurinn er alltaf að niðurlega eitthvað hún er samt alltaf með mótrúa, hún spinnir alltaf á móti þannig að þetta er ekki eitthvað eins og hann bara valdi hann eins og hann hefði gert í 50 Shades of Grey það hefði bara verið bara eitthvað og hún bara, já herra minn en Nicole Kidman alltaf, já nei og það kannski pyrra hann, kannski setta hann en ég var alltaf að bíða þá eftir að psykopatinn blossaði upp en já, hún svona var svolítið í lausu lofti í endan Svo var líka eftirminnilegt atriði er hann að þegar hún hittir hann á klúbnum alveg svakalega svona langt dansatrið sem gengum mikið á hann
meldrar sér við hana biður hann að hitta sig og hún lætur aka sér á einhvern svona rosa klúbb, eitthvað svona jaðarklúbb þetta gerist þetta ekki í New York já, einmitt og svona einhvern veginn smá eins og álfur út úr hól af því að þetta einhver alveg svona þú veist, alvöru töff klúbb og unga fólki alltaf að dansa akkurat, allir alveg löðrandi sveittir og þú veist, á einhver svona húrrandi trippi og bara geðvegt fólki svona beislum og svaglega sveittir og þetta er tekið, ég sá á TikTok kom upp hjá mér að þetta var tekið, sko, þetta var bara raunverulegt djam í alveg? Þú veist, það var bara djam á þessum klúbb þannig, eitt bara random kvöld og þá bara birtist Nicole Kidman með tökuliði og hún mynduð þannig í einhverjum trans að dansa Vá, hvað það er fyndið ég hugsaði einmitt bara til þessi fucking leikara sko. Hver djamma svona harkalega svo er það bara djamma svona harkalega hún var bara á ósviknu djammi þetta er einmitt, þú veist, þarna er hann grunlega okkur heimavelli og góðar hana til sín og hún er náttúrulega óörugg og bara, what the fuck bara það er svona svipað að bli nefnd að hafa víks nema þá dreifur hann inn á kynlífsklúbb og svona fólk er svona að ríða á sviði og svona, hún er alveg bara það er ótrúlega margar parallelur ég veist að þessi kona sem var leikstýri þessari og skrifar hver er það? Hún heitir einhver nafni, það er alltaf Halína Reyn fólk er alveg hægt að heita nöfnir sem hættir að bera fram en hún hefur gert eitthvað aðeins smá sem hefur alveg vakið athygli en ég þekki það ekki nógu sko. Þetta er A24 mynd eins og alla myndir sem að veikja einhvern athygli það er maður sér þetta við hvað er A24? Það er svona framleiðslu /dreifingafyrirtæki Þetta er svona indie eða svona var allan indie, svona semi svona stúdíó eða þú veist, framleiðslu fyrirtæki og dreif, ímist sko, framleiða, dreifa og svona og það allir sérstaklega hryllingnum hefur bara verið svona ákveðin trygging fyrir því að þetta sé gott Keyptu réttina dýrinu sín tíma þeir voru, og en það er bara einhvern veginn þannig að bara alla myndir leið og það er komið bara A24 stimpill, þá er þetta bara einhvern mynd sem er góð eða vekur athygli þú veist, Everything, Everywhere, All at Once A24, þú veist the list goes on sko. Það er eiginlega Var það ekki svona smá ég segi ekki fyrsta svona þú veist, A24 myndin sem sló í gegn en ég tengi einmitt þá mynd rosalega við þetta Eðla, það er langstasta myndin frá þeim og svona bara mest successful sko. En það er eitthvað svona, það er til sko greiningar á YouTube það sem er bara að vera að greina bara, þetta er bara að gera A24 mynd að A24 þú veist, það er eitthvað svona ákveðin litapaletta ákveðina klippingar, þú veist og svo bara er þetta, og þá veistu bara að þetta er A24 Já, þetta er allavega ennþá er A24 ekki búið að skýta alvarlega í brækunar þetta er Nei, það er nokkuð Nei, þetta er bara alltaf gott stöð Þetta er svona Apple TV kvikmyndar En svo svo klárið þetta með þessar fyrri myndir að Disclosure sko, það er 1994 það er aftur með Douglas, það var Demi Moore og hún er yfir honum í einhverju fyrirtæki og áreitir hann kynferðislega svo dæmigert fyrir samt 90's sko að þú veist það er alltaf einhvern veginn kallar verða líka áreitir kynferðislega þetta er þú veist vókið er svo langt í burtu sko shit svona ég meina, það er margir búin að grípa bara í þessa mynd bara í gegnum tíðina hafið þið nú séð myndina Disclosure það er nú alls þetta konur eru líka en að það er svona það eru bara verri gerendur það er svona parallela við svona grunnþráðin en náttúrulega við rosalega margt breyst á þessum 30 árum sko, þetta er náttúrulega þetta er mjög sannfærandi mynd það er svona bara fólk að vandræðast með lífsitt og tilfinningar og allt er í klessu sko Þú myndir mæla með þessari mynd, Stína Baby Girl sem ég langar að kalla Babyface Hyglaust, já Ég hvet fólk til að horfa sko og kannski sérstaklega svona konur sem eru eldri en 25 ára það er náttúrulega eitthvað skakt ef að 19 ára stelpunar eru að hrúast í bíó sko, þetta er svona En þetta var pínu, fyndið einmitt af því að ég var rosalega hrifin eins og framöfu komið hér en þessar litlu voru virtust ekki, eða þú veist
þeim fannst þetta held ég bara svolítið skrítið Já, það er bara ekki komna með gagnagrunn til þess að sko kannski bara fatta hvað í gangi. En svo hérna ef við tölum téða samstarfskonu mína sem aðeins eldri en ég að hún var ekki mjög hrifin. Nei. Hún var ekki hrifin á myndinni. Nei, og henni fannst þetta svona kannski svona einhvern veginn ósannfærandi. Þú veist, henni fannst ósannfærandi að hann ætti að vera svona sætur þegar Nicole Kidman var með Antonio Banderas heima og svo fannst henni Antonio Banderas bregðast við á ósannfærandi hátt. Þú veist, til dæmis við því þegar hún bryddar upp á því að þau einhvern veginn reyni eitthvað nýtt í sínu kynlífi og eitthvað svona hún var ekki alveg hún var ekki alveg þetta svona ávert en náttúrulega sko Antonio Banderas og not sko ef hann fullnægir ekki þá náttúrulega fellur hann svolítið hratt sko til hvers en hins vegar hittir hann mála náttúrulega sko þú veist það Nicole Kidman sem stingur upp á því sko að þau horfa á klám þegar þau eru að gera það svona held ég að bara þetta svona held ég draumur flesta kallmanna bara yes þá bara Antonio Banderas bara hann ekkert til í neitt svona nei hann uppgandi sko. En ég velti þessu ég skil alveg þessa punkta sko líka með hvernig þau sko kynnast skilu þú veist það þurfa augljóslega að vera hún búin að vera hætti margar á hjónaböndu hún bara en líka bara að hún þessi sko forstjóri skilu þetta svo rosalega mikið í húi fyrir hana og maður sér einhvern veginn að maður reynir að máta þetta við raunveruleikann, skilju, það þurfa þá að vera bara svona, það þurfa algjör tengsl á milli þeirra, þannig að hún sé tilbúin í að það ekki það? Nei, bara losti, ég meina, bara, þú veist, hvað? Þú veist, þegar ég var virkur algi, ég hef bara verið til að fórna öllu fyrir eina rauðvín, ég meina, þú veist, þetta hefur náttúrulega ekkert með skinn sem að gera, hún veit allan tíman að hún er að setja eitthvað í hættu, hún getur ekki neitað sér það, og þetta er bara ógeðslega gott, hann fullnægir nú, þetta er bara og hún líka, hún er greina með eitthvað farangur sko, eitthvað tráma eða eitthvað sko hún var að glíma við eitthvað svona creepy ógeðs hugsanir sem henni finnst sjálfur ógeðslegar bara allt sitt líf Já, einmitt, það alveg mjög mikilvægt í þessu að hún skammar sín svo ógeðslega mikið fyrir þetta og hún svona í fyrsta sinn þarna að einhvern veginn gefa þessum hugsunum og löngunum lausan tauminn og það held ég, það örugglega mjög erfitt að neita sem það þegar þú ert einu sinni byrjaðar á því sko. Þetta kemur bara alltaf inn náttúrulega svona bara fíknelement eða bara eitthvað bara búin að svelta kannski í 40 ár og svo bara allt í einu bara farið bara steik og ég meina bara meira og veistu þegar hún er oft hann dregur hann í alls konar fárnar aðstæður en líður ekkert vel hún alveg bara, já ekki vera hérna en ég hérna að því að bara, ég vil það Haldur það séu margir að núti sem eru með alls konar blæti sem þeir hafa aldrei sinnt? Já, örgulega. Alveg potið. Með að við myndan fjölda fullorðna Íslendingar sem að vilja tala klám og hitta úlinga og börn, já, það myndi ég held að það sé bara svimandi fjöldi af alls konar dóti, sko. Shit. Sem alltaf leið. En svo líka að þetta virkar svolítið eins og setup, sko. En svo hann sé bara gæin alveg, hann intern skráið sér á hana ætla að fá hana sko. Það var einbeittur brotavilji hann sennilega bara með þá það er náttúrulega eitthvað off við hann sko. Þá var þetta bara þessi radar sko. Hann skynjar, já ok, þarna er ein sem er svelt og líður ekki vel og ég get leist allt úr lengi Er ég eitthvað bilað, mér finnst samt líka bara eins og það væri bara romantísk tengsla milli þeirra og svona ég ekkert endlaður sem hann hafi bara, þú veist, auðvitað, ég var að hugsa en svo gerir ég allir í bandaríkinu hugsa um stanslöfum feril. Ég er ekki eins og viss það. Mér finnst þessi myndi ekki segja mér nákvæmlega hvað hann var í rauninu að hugsa sko. Ég held að hann meira verið bara að hugsa að gera eitthvað við hana eða með henni, óhvað því hvort þetta myndi koma áfram innan fyrirtækisins. Það var bara einhvern veginn, það var bara, var hann að leika sér, það var hann bara svona skotin í henni, ég veit það ekki. Þetta var eitthvað svo fekk hann vantanlega feitt jobb í Tókjó hvort það eða kannski var hann bara mættið til Tókjó til að herja á einhverja aðra eldri dömu og okkur var hann að vinna sem barþjóð líka ég veit svo sena einmitt þegar hún mætir til hans í vinnuna shit, sko, algjörlega desperate alveg örvæntingin alveg út í gegn og henni er bara fyllt út Ég bara kemur bara dyrafur bara, viltu yfirgefa staðinn? Já, nei, ég tala hann. Já, nei, hann vill að hún farir.
önnur niðurlægingin. Býtu, er ég eitthvað betri? Ég veit ekki af hverju, ég sá hann ekki sem svona mikið vondakall sko. Nei, þetta er ekki endilega vondi en það er eitthvað það er eitthvað off við samskipti eiginlega bara frá byrjun sko. Og þetta, það hrifin mannesku akkur þetta alltaf að púlla eitthvað svona rétt sko. Þetta er náttúrulega þessi úlna eldgamla klís sem að kynni sér alltaf í valdabaráttu sko. Þú getur ekki bara par þetta sé alltaf einhver valdabarátta En ég meina, svo endar hún bara með okkar manni Antonio Banderas Já, allir sko verðast sko koma ágætlega út úr þess að standa einhvern veginn bara betur að vígi eftir allt sem áhuga gengið því að myndir endar því að þau eitthvað að reyna Antonio eitthvað að reyna að púlla eitthvað ný stönd í rúminu og bara alveg eins og hann basically í rúminu Já, hún hefur bara einhvern veginn þjálfað hann upp í það og það gengur loksins hjá henni Við sjáum það í lokin Hver hefði trúið fyrir nokkrum árum að það myndi stiga fram að sjónasviði ungum maður sem var í heitari heldur en Antonio Banderas Stína, hefði þú trúið? Ef Antonio Banderas hefði verið gemdur í formalínu og hefði bara mætt honum á jafningagrundvelli þá held ég þessi hvað heitir hann Harris hefði nú farið halláka sko Antonio Banderas er ekki Antonio Banderas 1990 sko eðlilega Manstu hvernig það var í El Mariachi þannig að Desperado með hárið Sko ég veit ekki akkur okkar ungi maðurinn okkar maður hvað heitir hann áttur? Harris Dickinson Hann minnir mig svolítið á svona hvað heitir hann Ansel hann minnir mig á svona nokkra leikara minnst þeir allir vera alveg eins hann leika aðalhutur ekki Baby Driver þessi sem ég er að tala Já, ég veit alveg gölnu nafni Ansel eitthvað það er ekki að berni nöfn fram Nei, það er hvernig var munið hérna í gamla þá bara breyti fólk nöfnunum sínum að hétt eitthvað astnað nöfn á hún og frægt en þetta er alveg, þetta er svona sko, nokkri svipaðir sá er samt öruglega orðin aðeins eldri jafnvel, en þú veist og hann var eitthvað cancel já, hver hefur ekki verið cancel en já, þetta er svona nokkri svona ungir leikarar sem eru allir með svona svipa litarhaft og þetta er ólegur fjöldi af þeim þannig að þeir renna alveg svolítið saman ég tengi alveg við þetta Er hann svolítið líkur Pete Davidson? Nei, ok Pete Davidson er alltaf heitasti maður jarðarinnar hann er með öllum heitastu konum Svona hefur verið það með Amy Winehouse fáið þetta með hattinn Nei, það er Pete Doherty Já, Pete Davidson er svona kannski einhverju leyti sambarilegur karakter kannski ekki alveg í harðri neyslu og sá sem þú ert að tala en hann alltaf hafa með Kim Kardashian hann bara fór hringir svo var hann með og Emily Ratajkowski og bara öllum þessum helstu dömum sko. En hann hefur síðan nýlega hann er búin að láta taka af sér öll tattúin og hann er svona aðeins búin að þyngjast aðeins svona komið svona líf í augun á honum og hann var alltaf með rosalega baugarnir aðeins að lýsast upp hann leit svo illa út og hann komið mitt upp á TikTok hjá mér og allir dömnar í kommentarnu voru bara rosalega lítur hann vel út svo hrustlegur þannig að það er bara frábæra fréttir á Pete Davidson frábæra, hvað gott að heyra gott að heyra og við erum að þetta í klullaran og byrjum að tala um Pete Davidson það veit alltaf gott ég veit ekki að okkur leikur hann eitthvað eða er hann bara í því að sofa hjá okkur frægum konum hann var í Saturday Night Live já, hann er, held ég ennþá í því hann er hættur fyrir ekki östina ég nefnilega veit ég fylgdist svolítið með Pete Davidson hann er jafnaldri okkar hann er fæddur 93 wow Ég og Stína er núna, vissir það þetta? Nei, vissir núna 93 móti Hvort það eru haldið að ég að Oddur veru eldri eða þú veist Mér finnst alltaf Oddur alltaf vera 12 ára þannig að ég hefði vinningin Yes hann gerði einu sinni mynd um sjálfa sig sem mér fannst það frábæð, ég fór á hann í bíó King of Staten Island ég sá hann líka, ég var mjög hrifin frábæð mynd og pappans var slökkviliðsmaður og dói 9/11 þetta er saga þetta er saga
Já, alveg já, maður það er- Þeir sem eiginlega að taka þátt eiginlega bara Já, þú mátt endilega bara fá mig í þáttum Pete Er það ekki? Davidson Ég læti þið bara vita hver ég verið í sumafríi og hérna Herru, Stína, 2027 þá fáum við því Já, Pete Davidson special Nei, við ætlum að hafa miklu styrra Þú ætlar að koma núna til okkar svona aðra hverju viku, það ekki? Jú, algjörlega Já, Þú bara heyrir í mér ég heyrir hvert einastinn Já. Hvert einastinn sem Já, við erum með. en allavega, hérna, Empire vinnur okkar gefa þessari mynd 4 stjörnur. Það er góða. Já, er það ekki? Hún er að fá góða dóma Já, Já, ég hún vil líka benda fólki á stórgóðan dóm Magnúsar Jokkums Já, Baby Girl Já, Ég er hann búin að dæma hana líka? Já, fyrir auðvitað löngu síðan Já, þegar hún var fersk. Já. Og hérna Við Oddur keyrum á þeirri hugmyndafræði sko Já. að fólk er hægt að horfa á sko hluti svona kollektíft eitthvað línlega þannig að þættirnir er okkar sér allir klassík sko þó við séum lang síðastir sko, Já, með eitthvað. akkurat, þetta er sjónamið en Maggi okkar gaggrínandi vísis Já. hann var alveg spot on Sem í hatar- sinni gaggríni sko. Ég er yfirleitt sammálun Já, við erum að henda link á þetta inn á Top Work Já. en hérna þetta er náttúrulega þeir eru sennilega búin að finna sko gull í gaggrínanda í honum Magnúsi Þetta er maður sem hata viti sem fimm hann Bóður. hatar ekkit, hvað er þetta? Ég meina, þú veist, hann er bara að gera fair and square gaggríni Ég er að vera fulltrúi Ég nexlar var nú að ræða það við Odd í morgun í vinnunni sko, að ég horfði á svona fyrstu 30 mínúturnar af Vigdísi Já, á fyrsta þættinum, Já. núna bara fyrir svona viku síðan já, og mér fannst þetta bara leiðilegt já. Það er þannig Ég hef Mér bara fannst ekki ennþá þetta- lagt í að byrja Ekki Já, heldur. mér fannst þetta og ég meina, og kannski, þú veist, verður þetta betra þegar það byrjar eitthvað að gerast af alvöru í lífinar en mér fannst bara voða lítið gerast og svo einhvern veginn þetta unga fólk sem er að leika svona hana og vinirnar á fyrir stegum lífsins Já, að ég bara, þú veist, ég veit að þau hafa öll verið í iPad eða þú veist, ég bara, mér finnst þau svo þú veist, ég get ekki skynja þau á þessum tíma Þetta eru sem þetta á að iPad gerast, já, þetta já, eru já, iPad já, krakkar já. Það þau er eru bara já. einhvern veginn þannig til augnana Hvað skiljið. er það er bara, já það er bara máli og Bara svona- svipur já, bara svona eitthvað yfirbræði við þeim Já, og svona bara hvernig þau tala og þú veist, þetta svona kippir mér út úr eru þið með útréttar svona hendur á þessum tíðarandanum. tímana? Býða eftir já, iPad þau eru svona Komdu. hérna kreppa lóan einhvern veginn svona, já, þau eru alltaf að Taka skringilega utan á gömlu hérna símtólin í já, þáttanum nákvæmlega, Nei, ég þau meina, kunni ekkert að handleika þetta viti, ungt fólk og úlingar á þessum ári, viti hvað fólk var fljótt gamalt. Ég meina, Já. þetta var bara, já, þetta var bara, fólk hefur breyst svo mikið Já. og eldist svo allt öðru sér, sko. Þannig að þetta, já, Maður er basically ennþá bara 18 ára, er það ekki? Ok, 22 ára ég meina, ég er aldrei, deginum aldrei 29 ára. Stína, hvað er þú komin? nákvæmlega, þú já, svona 24, 24? Já. Já, Já, það er nefnilega flottur það. aldur fyrir mig já, það var gott. sammála En hérna, eitt sem að þarf að minnast á að halda til haga, það er hérna, þau eiga tvær dætur, Antonio Banderas og Nicole Kidman og önnur þeirra, hún Isabel, þetta er hún hérna Esther McGregor sem að leikur hana, dóttir hans Ewan McGregor okay. sem að við Já. sáum síðast í Obi-Wan Kenobi þáttunum, hún var alltaf með svo skrýtna hárgreiðslu, Alveg rétt. rosalega skrýtna klippingu, Já. hún var með hana líka í Obi-Wan þáttunum Já, og svo náttúrulega hefur sko pappinar og Nicole Kidman náttúrulega átt alveg sparkling samband á hérna hvítatjaldin í Moulin Rouge þetta tengist allt sko þau voru aldrei saman í nei, kringum þau þá voru, nei, þau voru Svona bara alvöru svo flott bara Já. Moulin Rouge náttúrulega ógisla Þannig maður ekki að fara að horfa á hana aftur Moulin Rouge Jú, ég hef verið að hugsa mikið um það af því ég hef eiginlega ekki, þú veist, ég hef kannski séð hana einu sinni en mann langar að rifja þetta upp sko, áður maður fer á sjóið Söngleikin Já, það er sem er rosalegt þó ekki sko myndin þú veist, þetta er Broadway söngleikur og það er fullt af alveg glænýjum lögum hana, þetta er ekki bara sko Ekki bara Baz Luhrmann lögin úr myndinni sko. ok, Já. Ég er mjög spenntið fyrir þessum söngleik ég líka ekki ég Ég fór að bubba tvisar Er það ekki? nei, ég nefndi aldrei að sjá veist, ég þekki söguna þetta er svo Christopher Nolan, hvað er hann að fara að gera núna Ódysseus skuðu, Það er ekki spenntið það? nei Tom Holland ég meina, ég kann Ódysseus skuðu utanbókar ég meina, ég ætla að sjá það sama hvað er ruglega en ég líka þegar ég frétta hann að vera að fara að gera mynd um mannin sem fann upp kjarlagssprengjur á þessu bara, come on, maður, hvernig er að horfa á það þegar þú var þekkir heldur góð það mynd. svo nei, ég þekkti það ekki Nei, neitt nei, nei, það nei. bara er hægt að finna meira döll viðfarsefnin Já. þegar ég ætla að gera þryggja tíma bíómynd um mannin sem fann upp kjarlagssprengjur já, vá,
Hvað, var fjármagna þetta fyrir þið eða hvað? Það er bara svo ógeðslega leiðilegt, en það virkaði. Herru, Stína, ég er strax komið með hvenær við það næst. Ok. Óskarsvölin. Já. Er það ekki það? Þau eru, byrju, hvernig eru þau? Mars, sem tjá. 2. mars. Já. Já, ok, þetta er alveg frest á. Ok. Er það ekki? Þú verður að koma. Jú, ég mæti. Fyrir eða eftir? Uppgjör eða spá? Eftir, jú. Ég var reyndar eftir að horfa á eða allar, held ég, tilnæmdu. Ég er ekki eins og búin að sjá Wicked. Nei, ég er ekki búin að sjá hann heldur. Nei. En ég er aðeins byrjar að saxa Já. á, þú veist, ég er búin að horfa á Katalógin. Katalógin, ég er búin að horfa á Nora. Mér langar að sjá hana. Hún er frábær. Það var ótrúlega, það er búið að vera svo mikið úrval af svona elegant horny myndum í bíó. Núna, Að Nora er síðustu ekkert eðlilega misseri. horfni. Þarna á tímabili, þetta var Baby Girl horny, Anora rosalega horny líka, Nosferatu mjög horny. Þetta minnir maður á Stína, punkt sem ég langaði að tala um, en þú veist, kynlíf í bíómyndum. Já. Þú veist að þegar við höfum talað um þetta, Tóti, það búið að vera miklu undanhaldi. Já, kynlíf í bíó. er það bara nokkuð búið næstu bara ekkert búið að vera bara. Nei, og þetta er sko, maður hefur orðið var við það hefur verið svona ákveðin orðræða í kringum að Gen Z seta kynslóðin sem er þú veist kynslóðin á sko sem eru einni kynslóð yngri en við þú veist, fætt frá 2000 já, kringum 2000 Við erum þetta að vinna með nokkur alveg hermanns sem get ekki hægt að tala um hvað kynlífi fréttum sé ógæslegt og maður er alltaf eitthvað Kynlífi? Já, bara, þú veist, bara kynlífsfréttir bara kynlífsfréttir, skilji þú veist, það eru berrasaða myndir af einhverjum áhrifandum og eitthvað svona og ég er alltaf bara svona ég veit ekki hvort þú veist að grínast eða ekki og ég fann að alltaf stæðið sé ekki að grínast Þessi kynslóð er alveg húmorslaus hún er húmorslaus og hún er ógeðslega sex negativ og þau vilja ekki sjá kynlíf í sínu skemmtiefni þetta er raunverulega bara þetta einkennir mér finnst bara ég er að hafa svona þetta er opinberu hjá mér því ég bara, þau eru eitthvað að grínast alltaf í vinnunni, þau eru bara þú verður að, hvað ert að gera með þessa frétt taktu þetta út, ég er alltaf eitthvað taktu þetta út, hvað er þetta að vinna sem blaðamenn? Já, þetta er allt svona kassalega, þetta er allt einhverju pempjur, mikla pempjur Nei, þetta er algjörlega máli, sko, heimur verðandi fyrr sko. það er alltaf hann Já, því að svo næsta kynslóð sem við nú yngri þau einhverju ungir strákar grunnskóla, þetta bara hópast í kirkju Herjá, það er eitthvað nýtt staði eitthvað mínum börnum að þið vera að fara í kirkju ég myndi raskella en þeir eru að gera þetta sko til þess að einhvern veginn, þeir eru að handvelja einhver biblíuvers til að styðja þá skoðun sína að við dömurnar séum standið með einhvern veginn aftar eða fara aftur í pilsin og drulligurinn og heimilið og vera það þetta er sér gæfuleg, ég miðlist ekkert á það Nei, maður er uggandi þetta er insane tímar sko. en alltaf að bíómyndunar þar er að springa aftur út í grettu þetta er svona kvikmyndunar er búin að vera svolítið svona Nicole Kidman í þessari mynd svelt í áratug bara núna bara springa við sem tölum um þetta í fyrstinstina þetta kynlífi bíómyndum dæmi þegar að hvað heit myndin Commitment, hérna það ekki Contenders, nei byrju, hvað heit hún Commitment sem hljómsveitin í Írlandi tennismyndin með Zendaya Challenges ég var hrifin er það ekki? Hún fær 0 tilnefningar til Óskarsverðlauna sem er fárán alveg, það er ekki eins og hljóð það er hnixli það er galið, myndvilslan eða eitthvað þú veist, lokaðrið soundtrackið, einmitt en það er rosalegt kynlíf í þeirri mynd það er svona mikið svona það er svona horny ára rosa horny og það er rosa svona ótrúlega svona mikil svona spenna þú veist er mikið kynlíf sko það er svona eitt mjög rosalegt svona þrísómatrið sko sem var svona mím sem var svo eiginlega ekkert eitthvað þrísómatrið nei, faraðu ekki bara svona saman í sleik já sko þau fara í sleik en svo eiginlega hættir hún í sleiknum og byrja bara að horfa þá í sleik þeir fara í sleik en svo sér maður ekkert meira þannig að minnir ekki sko minnir ekki en en ég hafði bara ekki séð svona mikið kynlífi mynd bara í mörg ár þegar svo mynd kom út sko ég var að horfa á Wild at Heart hún frá 1990 sko David Lynch Nicole hún var mikið rifist hana á sín tíma hann var alltaf löðrandi kynlífi og var alltaf brjálað því að einhverjir ákvað það að hann væri þau var í endaþarsmögum í einni sinni þegar hún er eitthvað svo rjóslega munað sko. allt trillt sko.
Það var þá alltaf að rífast þetta menn það ekki þetta að rífast eitthvað svona þetta alltaf bara ekki til í dæminu Nei. Það nota þetta gensi lið þarna horfa á Wild at Heart bara. Já, þau eru upptökin í kirkju Já. Það er messasundag Biblíulestur, já. Það er messasundag Erum við ekki bara geggjuð það? Jú, ég held að Hvað? Jú. Klukkutíma og 10 mínútur Stína, hefur ekki 3 tíma Er það hefðbundur lengt Sko, á þætti? já, þetta er orðið svolítið hefðbundið lengt sko. Venjulega vorum við vorum mjög stoltri að vera alltaf undir klukkutíma Ok. Af því að þú veist, við viljum ekkert við höfum sjálfur óþól fyrir mjög löngum hlaðurpum en svo bara síðkast erum við byrjar að færa okkur alltaf meira yfir Já, það hafið látið gaman geisa Já, þetta er eitthvað sem Já, það er svona bara vinda svona eitthvað svona stemming En ég meina, eins og núna, Stína, við erum bara með frábæra gest og nóg að tala Við talum Gen Z og Nicole og... Já, Nicole Kidman ég ætla haldið alveg rosalega mikið upp á hana mjög lengi Þegar við séum hana fyrst í Dead Calm frá 1989 þá var hún bara með rauðu hrokknu lokkarnir alveg bara og ógeðslega góð mynd og eina feilspori sem að ég get hernt upp á þessu ágættu konu er að hún giftist Tom Cruise það er eiginlega eini feillin hjá henni á þessum Þau voru nú ekki saman lengi, var það nokkuð? Jú, alltaf lengi Jú, ég meina og svo eigaði hann 2 ættleitt börn Já Náttúrulega kynntust þegar voru að leika Þau voru bara aðal pari í Hollywood Já, kynntust náttúrulega þegar skulu leiku í Days of Thunder svona kappastu spílamynd þetta Tony Scott svo líði einhver ár og svo eru þau náttúrulega ennþá saman í Ice White Shut náttúrulega lögðu á sig að leika fyrir Stanley Kubrick sennilega hefur árið til þess að þetta sprakk Jesus Christ Já, slapp, henni hefur tekist mjög vel að svona halda sér þú veist, hún er rísastjarna búin að vera það bara í áratugi hún er aðeins hún er bara er búin að vera relevant alveg fárlega lengi sem er vel gert mér og hefur verið, þú veist, hún hefur verið sjálfa framlega svo mikið og þú veist hún er að gera þetta þú veist, hefur verið að leika í svona þáttum sem við dömunar elskum Big Little Lies og eitthvað svona Þannig að hún dansar fyrir hann líka yfir í sjónvarpið og aftur tilbaka og bara sem er ekki á allra færi Nei, alls ekki frábær kona En Ástrali, hún er næstu í bara tengdir þannig Nefnilega, nákvæmlega Já, þú átt tengingar þangað Já, ég á tengingar þangað, skiptinámið hálfa árið í Ástralíu Það sem þú fórst einn í bíó Það sem ég fór einn í bíó í Melbourne Þriðja stíks brun á lærunum á ströndinni Hvernig var það? Þú fórst í bíó einn og svo strax aftur á aðra mynd Já, ég var að bíða eftir 2 vinum mínum og þetta er fyrsta sem ég hefur verið einn í útlum fyrst og eina skiptið fyrsta sem, þú veist, ég var ekki með neinum vinum en eitt þannig eða þú veist, bara þeir að koma og ég var á okkur ógeðislegu hostela sem var bara hræðileg prumpufíla í loftinu og þú veist, ég var aðleitn og hinum inn á nettinu, þú veist, Melbourne þú veist, þetta gæti ekki Varstu skiptinni með á hosteli? Nei, ég bjó í Gold Coast sem er hérna á Austurströnd Ástralíu og svo var ég í Melbourne og Melbourne er langt í burtu alveg siðst í Ástralíu það sem Neighbours tekið upp, mér langaði mjög mikið á set en það var ekki ég var hérna helgi, það var bara virkundu og þetta er svo fáranlega langt í burtu og ég var bara lítill í mér og þú veist eitthvað, ég var eitthvað, þú veist 23 ára eitthvað. Og hvað gerir maður sem lítill í sér? Maður fær fyrir bíó? Beint, ég ándjúks, ég var bara eitthvað, hvað ég gera við kvöldum mitt? Ég bara, ég fór bara beint í bíó. Ég fór á Bad Neighbours 2 frábúmynd, mjög eftirminnileg. Svo var ég búinn með myndina og kom út úr bíó og ég bara klukkan er bara 8, hvað í fokkan má ég gera? Ég fór bara lóðbeint inn í Kringla, sjá þetta bara verslega mist lóðbeint upp aftur rúlustiðan lóðbeint aftur í bíóði nei, þetta skipti fór ég á Angry Birds myndina sem var ekkit eðlilega skemmtileg og þetta var bara frábært kvöld daginn eftir þá fekk ég gista í Radisson Blu hótelinu sem að vinnu mínu voru á og þetta var allt mjög skemmtilega þetta endaði mjög vel nema ég fekk aldrei að fara síðan, þetta er náttúrulega bara þú sannur kvikmynda unnandi þetta sýnir það Bad Neighbours og Angry Birds sama kvöld en ég fekk aldrei að fara á Neighbours settir sem er insane það hefði verið bara eitthvað svona lífsreisla bara myndir að þér eitthvað bara fyrir utan húsið hans Harold bara ég ándjúks í alvunni
ég svo samanlega sko og bara, svo tókum við bara svo margar vondar ákvarðanir í þessar Ástralíu sko, sem ég ætti kannski að tala fórum til Gold Coast sko, sem ég bjó frábært viður, sól, strönd og hægt að surfa og eitthvað shit, svo ákveðum við að fara til Cairns sem er alveg í norðurhluta Ástralíu og þetta er allt svona 3 tíma flug sko, bæði og og nema hvað Cairns leigubílstjórinn sem tókum móttöku, þetta var eins og bíómynd, það var bara svona, hvað er að gera hérna? Þið vitið að það er allt hérna sem getur drepið ykkur sko, það er aldrei vetur hérna, það er aldrei sumar, það er bara annarkvort blautt eða þurrt og núna er blautt og það var bara rigning hérna og ömulegt viður, en við fórum hann að skoðum krokodíla. Hey, I come from Iceland. No country can kill me. Nei, en svo hérna var hérna kona vikun eftir sem að fór hérna samlaði einhverju á eitthvað og ég hérna krokodíl. Sem er insane þetta hefði getið fyrir þú ötur. Þetta hefði getið fyrir hann er ekki nú hann er ekki alveg svo villur nei. Þú myndir ekki synda með krókódíl. Hann er áhættu fælin svo eru Ástralíu líka svo sexist maður. Það er rosalegt sko. Þeir eru bara ljósárum á eftir okkur Ertu að meina þetta? Ándjúks, þarna var bara fórum inn á okkur nætuklúb og þú veist þetta var svona þriðjudagskvöldi eða eitthvað skilji ekkert að gera þetta var svona algjör svona lítill bær Cairns, bara pínlítill bær hann var bara wet t-shirt contest og ég er ekki eins og smá að djóka sko. og bara 10 gellur upp á einhver sviði og við bara eitthvað fárlegt, þannig fór ég líka mér finnst við samt alveg svona smá við erum í alvörinu bara, við erum hárspreitt frá því að henda í wet t-shirt contest aftur þess að þurfum við ennbla mér finnst alveg, mér er þróunin vera pínu þannig þannig að ef Kristján Frosta fær einhvern veginn tækifæri til að halda þessi stefnuræði sína þá mælum við hann tækifæri we're taking over Australia. We're going to send all our young men over to Australia. They're going to have a wet t-shirt contest in Australia. Hey. Jú. Hljómar ekkert eðla. Þetta hljómar ekkert eðla vel. Heyrðu, á ég hætti að halda ykkur með þessu talaða. Já, heyrðu. Okay. Manstu? Já. Með handrit við erum farin off-script við verðum að fylgja handritinu nei, við erum off-script sko þannig að við erum að koma núna með bara það sem áttu að vera í byrjun þáttanins hvar erum við áttur? Erum við á Hafnartorgi? Við erum á Hafnartorgi. Hvernig finnst þér aðstæðan Stína? Mér finnst það alveg bara til fyrirmyndar þetta er ótrúlega svona virðulegt umhverfi þetta er mjög flott sko Þú vildir ekki soda, ekki kaffi? Mjög stílis þeirra Nei, ég þáði bara vatn upp á gamla mótan klukkan líka var svo margt ég kom hjartlastótturublanir að drekka kaffi og það er náttúrulega rauð við sko. Já, en hún er náttúrulega alls ekki í gildi og hefur ekki verið síðan klukkan svona síðan svona 2 tíma áður en við hófum upptöku en er hún ekki aftur í fyrramáli? Jú, það er aftur ég fá okkur meldingar um að ég megi ekki fara með strákum minn á leikskólan og ég þarf að vera með hann heima Ámar að vinna heima í fyrramáli það er eins og í COVID Vá, það er fátt sem á ég illa við mig að vinna heima Hvernig var það? Þú varst alltaf með einhvern mikrofón bara Já, þetta var það versta sem kom við fyrir mig við vorum alltaf verið að láta okkur við ekki þetta, bara og allir COVID, þá var gengur bylgjurnar yfir hver og fætur annari og það voru hertar samkominn takmarkanir og svo voru við sendt heim en ég þurfti að halda áfram að taka bylgjuvaktir heima þannig að ég var að lesa sko, þetta er bara ég bara sko byrja að líkamlega viðbrögð þegar ég veit upp af því að ég var alltaf að klippa saman fréttatíma döbba þá, lesa þá fyrirfram og setja inn komment og taka þá upp svona 3 mínútna fréttatíma og sendi svo yfir og svo voru þið bara spilaðir þetta var ekki lesið þá í beinni eins og vant er Hvað varst að gera löngu fyrir, þú veist? Og stundum var ég að gera þetta ég var að senda þetta yfir kannski 15 sekúndum áður en að ég átti að fyrir loftið ég var eitthvað svona í óðagoti að klippa úr eitthvað komment í Þórólfa upplýsingafundi og lesa þetta undir sæng Já, þetta er glata þú byrjar að barmaður sko, nei þetta var svo næs en þá náttúrulega að þú, að vera blaðamaður og skrifa, það var geggjað en að þurfa að vera að gera eitthvað svona er náttúrulega þetta en svo líka, ég var þú veist, ég náttúrulega, Oddur þú þekkir þetta, ég vil vera, þegar ég mæti á gjamvaktina svo kalluðu, þegar ég er ekki á sko fréttavakt heldur er eitthvað svona dunda mér við að gera eitthvað þætti og eitthvað ég er stanslaust á gjaminu
ég verð að ræða við fólk ég get ekki verið ein heima ég tekið við þetta líka náttúrulega fjölmiðlar þeir náttúrulega dýnamíkin þarna sko. alla mínu eftir eru gjama eftir saman hvað ekki við óttum samt náðum ágætlega fjarvinna fréttablaðið saman sko. það var gekk ágætlega hjá þú sast bara þetta ég skrifaði þetta bara og svo settið þú inn og þú braust þetta ég fekk bara fæ oft betri hugmyndir ef við get sko hendi eins og einu þvottavél svona á milli greina það eru þetta en þá þarf ég ekki að vera að lesa þetta inn og klippa þetta til sko. ég var einmitt einu sinni verið að döppa hann undir sæng og svo heyri ég svona bjöllu hvað segir maður bjölluhljóm og þá er það kötturinn minn sem að sneika inn í herbergið og hún stekkur inn undir sængina til mín og rústar klukkunni á ögurstundu og ég tók hana og ég hendi henni út úr herberginu aldrei meðhöndla hana af svona miklu offorsi ég er tímköttin gæludýr og börn áttu svona slatta af svona innkomum og momentum í þessu COVID-bulli sko. Þetta finnir, við erum ekki það einu sem rauðið upp þau voru rauðið upp á Rást 2 þarna í síðdeis út á hreinu ég var að keyra eitthvað úr vinnu og þau voru bara að tala hvernig þetta var í COVID hvað eru frumleg, hvað gerist þetta í fyrradag bara í gær eða fyrradag þannig að þetta bara, ég veit ekki hvað en bara COVID er bara að vilja allir rauðið upp COVID er að gera comeback eins og Antonio Banderas þessi fundir nákvæmlega merkilegt með COVID og Antonio Banderas þetta kemur alltaf aftur það er bara þannig Regus leigir út svona alls konar skrifstofur og litlar stórar fundarherbyggi og alls konar einstaklinga hópa fyrirtæki þetta er frábæð þjónusta þetta er út allan heim og á 14 stöðum so far og nýjasta viðbótin er á Laugaveginum Dixon Lounge sko, við erum að kíka á kaffið þar er algjörlega örla sko. þú segir til en þetta er ótrúlega flott mikil elegans yfir ykkur að vera á Hafnatorgi hjá Regus finnst það ekki? Mér finnst það alveg ótrúlega maður fylgist alveg lotningu að fylgja ykkur inn 2 tónum holding eins og ykkur þetta er samt svolítið traumatísenda því að fréttablaði var á 4. hæðin beintur ofan okkur en það er alltaf samt þessi 3. hæð sko, Tommi vinnur okkur Regus hann alltaf stílisera þetta allir drast sko, en að þegar ég kom fyrst með 8 niður sko, og svo ógeðslega vont kaffið upp á fréttablaði þetta er bara það versta kaffið sem ég komist í kynni við ever hann að ég sneikaði mér stundum þetta niður og við fengum kaffi sko og ég man ekki hvað Ottur sagði fyrst einhverjum þetta væri svona svo koma bara frá Norður Kóreu bara þetta var þannig til Suður Kóreu Abu Dhabi þetta var nákvæmlega það voru ekki það voru sko ekki innréttingar í 1,5 ára 2 ára eitthvað fréttablaðinu sko. það var bara ekkert á gólfinu sko. bara ekkert svo kom maður hingað bara parkett á gólfinu og dúkarinn í fundarherbyggjum þetta hefur verið svona lýsandi kannski fyrir kompanið algjörlega sko. það er hægt að lýsa þessu betur ég geti sagt ykkur sögur frá fyrra fréttablaðinu sem fór á hausinn 2002 eitthvað en ég geimi það þú geimur það segir okkur að næst þegar Stína kemur sem verður mjög fljóðlega ég ætla rétt að vona það nákvæmlega Kristín Ólafsdóttir finnst þér ekki gaman þegar þú ert kölluð svona fullnafni? Jú, árpuð með fullnafni Kristín Ólafsdóttir, fréttakona frábært að fá þig takk við erum þakkláttir Tóti bara yfir og þakkláttur og bara byggðast forláts að ekki fengið fyrr á meðan heita myndin var heit en þetta er bara leksía sem að ég vona að þið eða Oddur dregur af þessu lærdóm sko. við þurfum Stína, þú hefur hitt Arnar Tómas þið hefði ekki hitt ég held ekki, ég er ekki alveg viss þurfum að kynna hann er fyrstum ég held alltaf Arnar Tómas væri sko að bylla og ljúga þessu upp á því að þú væri svona einheltisbúki en hér er að koma kurl til grafar sko. Nefnilega, það eru komin 2 vitni sem að 2 sem hafa stíðið fram er það hægt að þessu? Er það ekki bara? Jó, hækkaði þarna síma, er símaslegin uppi? Símaslegin uppi, viltu spila eitthvað? Já, þetta er besta lagið úr þessari mynd og er upp á slæmið í leiðin á hverju heyrist það ekki? Ertu með símaðan tengdan? Þetta er frábært útvarp Heyrðu, nei er ég að púla 8 hvað er að gera nei, ég veit hvað er að hann er að, ég heyra heyrðu þú náttúrulega konnust ekkert við tala þegar að byrja í myndinni þetta er svo gott lag þetta er 1XS ástralsk hljómsveit og söngvarinn Michael Hutchins sem var ógsta sætur heitur hann dó
við það að fróa sér. Hann var erotic ótrúlega asphyxiation á hótelherbyggi. Fannst bara dauður hangandi á hurðarhús. Og við ætlum að kveðja. En lagið er fallegt. Já. Byrju, ætlar ekki að kveðja með þessu? Já. Það segir það. Takk fyrir það. We could live for 1,000 years, but if I hurt you, I make wise.